En sko, hættum að tala samskipta stjóra, sko, tölum Þóru Sigfríði, af því að það þarf að fara að draga sko persónuna til ábyrgðar. Þóra Sigfríður samskiptaráðgjafinn. Hún samskiptaráðgjafinn og persónuna bak við titilinn. Já, og ég meina, og hugsaði sko, þegar ég fer síðan að skoða hver hún þá hún með enga reynslu í þjálfun, hún er bara sálfræðingur sem að fær einhvers konar embætti og hugsaði til dæmis þetta. Er hún íþróttasálfræðingur? Það held ég ekki. Og hún sem sagt fær vald til þess að gera umsögn með 6 nafnlausum aðilum. Sko, það sem ég finnst erfiðast við þetta það ég vil láta rannsaka mig. Skilurðu? Ég vil að sé gerð alvöru rannsókn, en þetta er mesta hit job sem nokkuð tíman hefur verið gert. Og það þýðir einfallega það að hérna er verið að sko að rýra sko trúveruleika svona hluta, sko þarf alltaf verða djöflunum á vopni einhvern veginn. Og ég er ekki komin hérna í raun og veru til þess að sko segja við fólk að ég sé ekki þess verður að fá alvöru rannsókn. Og ég er í raun og veru í rannsókn allan daginn, þannig að það er bara endalaust af fólki sem kemur inn og ég get ekki betur síðan að 90% af fólkinu sé að gefa mér jákvætt feedback, mjög jákvætt feedback, ótrúlegt feedback á það sem ég er að gera og ég hlýt að taka því, svo kemur bara einhver aðili sko, og þú veist, og það væri svo þetta er bara svo, hugsaði sko ég plataður inn á fölskum, þetta byrjar þannig, ég plataður inn á fölskum forsendum. Og var það þessi Þóra Sigfríður sem að plataði inn? Hún segist bara að spjalla við mig og ég segi, hefur mér verið gefið eitthvað á sök? Hún segi nei. Hún segi nei, þannig ég gæti ekki einu sinni undirbúið mig fyrir neitt. En hún fullir þér hérna að þessi rannsókn hennar, þetta álit er unnið eftir að henni bárust sko fjöldin allur af að fólk hafi leitað til hennar út af ofbeldinu í þér. Og það kemur síðan, þegar ég er búin að vera í viðtalinu, þá kemur umsögn og þá bara er hulunni sveiflað af og þá allt í hennu bara stendur hérna einhverjir 6 nafnlausir aðilar og hérna... Hvað eru þau nafnlausir? Sko, það hefur alltaf verið þannig að þegar að foreldrar sem eru fúlir út í mig og takt eftir því sko, það er ekki beint verið að saka mig ofbeldi. Það er eiginlega verið að saka mig að vera sko ömurlegur gaur og svona í að því sko að þetta sé köld, en köld er náttúrulega ofbeldi, þú veist, ef þú ætlar að fara í þá skilgreiningu og hérna og það er alltaf verið að teikna upp einhver svona narratífu sko. Og Jóhanna, framkvæmdastjóri sem að hérna fór með mér inn á hana fund og Helgi lögfræðingur, við erum með sem sagt upptöku af fundinum sjálfum, það var ákveðið að taka sem sagt fundinu upp og amateur hour hjá Þóru Sigfríði sko, hún getur ekki einu sinni, ef þú lest transkriptið á upptökunni, þá sérðu hvernig hún er að smíða í kringum setningarnar. Þú veist, þetta er svo þetta er bara með svo miklum ólíkindum sko. Og hver er að fara að skoða þetta? Hún Sigþrúður, heitir hún það ekki? Þóra Sigfríður. Þóra Sigfríður. Já. Hún segir, samskiptaráðgjafi áttar sig á því að leikmenn Aþenu hafa stigið fram á mótmælt þeirri túlkun að aðferðir og framkoma Brynjars Karls feli í sér ofbeldi. Í því samhengi er mikilvægt að benda á að rannsóknir og ofbeldi sína að þolendur eiga oft erfitt með að stíga fram og greina frá reynslu sinni. Og hún er sem sagt þarna að ávarpa það að það séu margir sem að bera þér velsöguna, en hún skýtur það niður með því að segja að það er bara köld, skilur. Þetta eru bara, þeir eru hræddir við hann, þessir iðkendur. Veistu hvað eru margir búin að senda henni eitthvað svona umsagnir sem að þú veist að eru jákvæðar eða sem að hafa lagt orðið í belg? Já, Jóhanna hafði samband við mig, það fór á stað sá kvittur að þetta þyrfti að gera og það voru einhverjir leikmenn sem tóku sér til og töluðu við fyrrverandi leikmenn og svo náttúrulega bara allir þjálfarnir sem eru búin að vera hjá okkur og þau hugsuðu bara að býtu, akkur er ekki verið að tala við okkur. Og svo voru einhverjir sko sem sendu inn umsagnir áður en að málið var klárað og þar lýgur hún og segir að málið sé klárað og þú sást nú einn aðilann
sem að hérna sendi inn, sem er faðir stúlku, tveggja stúlkna tveggja stúlkna segja sem með reynslu af sáttammiðlun og eineltismálum eineltisteymi Háskóla Íslands og hann af ég las, þetta voru einhverjar 50 og eitthvað umsagnir sem voru alltaf langar þetta eru 75 umsagnir 75 umsagnir, þar sem fólk skrifa langar ritgerðir hversu góður þjálfari og leiðbeinandi þú ert en þetta ekki tekið með inn í þessa rannsókn hennar Þóru Sigþrúðar ekki ein